Það hefur sýnt sig að börn sem að alast upp á fyrstu vikum og mánuðum meira með báðum foreldrum að þau byggja upp sterkari tengingar við feðurna og það eykur á velferð þess barns og möguleika þess til þess að verða öflugur einstaklingur. Íslensk ungmenni eiga í betri tengslum við feður sína en ungmenni í öllum hinum löndunum. Það taka svolítið svoleiðis vökur á nóttina, að vakna á nóttinni alveg órólegur og ekkert virka nema bara að taka þetta upp og halda á honum bara og jafnvel í klukkutíma eða. Þetta hefur mjög jákvæð áhrif á heilsu og lífslíkur feðra. Annars vegar að þeir sýna svona ábyrgari hegðun þegar þeir eru meðvitaðir ábyrgð sína gagnvart barninu og svo það að þeir fara oftar með börnin til læknis heldur en þeir gerðu áður og þá nota þeir tækifærið og nefna það ef það er eitthvað að þeim. Karlar sem að taki þokkalega langt fæðingarorlof, þeir lengi lífslíkur sínar 3 ár. Þeim mun meira sem feður eru með börnunum á fyrstu vikum og mánuðum, árum í lífi hvers barns, þeim mun meiri áhrif hefur það inn í framtíðina á samskipti þeirra og það hefur líka áhrif á jafnrétti og heimili og annað slíkt. 1993 þá ríða Norðmenn á vaðið og taka frá 1 mánuð fyrir feður. Fyrir nokkrum árum þá ákváðu þeir að bakka aðeins, fækka þeim vikum sem voru bundnar við hvort foreldrum sig. Og þá mótmæltu norsku atvinnurekendasamtökin mjög verulega vegna þess að þeir sögðu bara einfaldlega konur eru það vel menntaðar að þetta bara skipti máli upp á samkeppnishæfni að hafa góðan aðgang að konum. Hvernig? Náum í bókina? Nei mamma, við þurfum að fara í föt fyrst. Það er eiginlega alltaf barátta að fara í föt. Við höfum 2 íslenskar rannsóknir sem að sýna það að það er minna skilnaði í fjölskyldum þar sem að faðirinn hefur tekið fæðingarorlof. Þannig að það er alveg sama hvar gripið er niður, þetta hefur bara jákvæð áhrif.